Sæll og blessaður Kolbeinn. Blessaður. Hvað segirðu gott? Bara dásamlega gott. Er það ekki? Sumar og lætið, þetta bara 12 stiga hiti, rigning og ský, þetta eins og það. Allt eins og... Já, þetta búið að vera... Maður, ég veit ekki, maður bjóst við þetta yrði hérna betra en svo einhvern veginn fengum við ekki það veður sem við vildum. Sko, ágúst verður frábær. En ég eitti 10 dögum í London í 35 stiga hita og svona London raka. Ég kýs þetta umfram það. Er það? Já. Já, ég nefnilega, mér liður svakalega vel á Indlandi, það sem ótrúlega rakt, hitinn fór eins og upp, ég man ekki hvað, ég held að það hafi verið kringu 50 gráður. Það var aðeins svo mikið, ég skal alveg viðurkenna það, en hérna, en mér þótti samt sem áður, hérna, ég naut þess að vera í svona 38, 39. Já, mér sko, árheiti fín ef það er ekki mikið dragi. Já. Og ég þarf ekki að gera neitt annað en að sutra hvítur og bjór. Já, akkurat. Það er góður. Herra, við ætlum að ræða ESB. Ok. Og þú skrifaði pistil sem að ég er með hérna fyrir frá mig sem að heitir einfaldlega þetta snýst ekki um málefnið og ert þar að svona fara við það hvernig umræður þetta hafa verið. Já, þetta er náttúrulega, þetta er búið að vera alveg agalega bondkostinga bara þetta. Þetta er þannig að lagt upp með það að raun og veru snýrst ekki um neitt nema að kíkja í pakkan og svo verður bara umræðan svona stöðugt sko grinnri og heiftugri og ég fyrir mitt leiti sko þá er svona sumrið þannig að fólkið sko neymegin sem viss að væri galið, það er ennþá galið. Fólkið neymegin sem viss að væri svona yfirvegað skynsamt, það er tiltölulega yfirvegað skynsamt. Mitt vandamál er að fólkið sem horfir á mig, fullt af fólkið sem ég þekki á því að vera yfirvegað skynsamt, er bara orðið pínu spes og það, maður sér svona fæslur það sem að fólk er með svona tilfinningur á manipulationir, þú vilt ekki þurfa að svara því, eða ef því neilin þá vilt ekki þurfa að svara því þegar barnabörnin koma til undir 20 ára og spyrja hvernig kaust þú í þessari atkvæðagreiðslu. Það er eitthvað svona undarlegar tilfinningar, manipulationir, skrýtnar hugmyndir. Það var daginn eða fyrir svona kannski mánuði síðan þá var að flugi hugmyndum það að eldra fólk sem að ætlaði að segja nei ætti kannski bara að setja heima eða kjósa gegn eigin sannfæringu af því að það var að kjósa gegn hagsmunum yngri kynslóðarinnar. Það var alls konar svona skrýtnar hugmyndir sem ég hef verið að sjá á flotið þannig og hérna og fyrir mitt leiti sko ástæðan fyrir þetta er svona fyrir að íta mér dálítið í áttina neginu er það að hérna ef þú hefur ekki meiri substans til þess að ræða málstæðin heldur en þetta, þá er málstæðin kannski ekki góð. Já, þetta er svona verið að íta manni í þá svona afstöðu að þetta sé svona Þýskaland 1936 og svona hvar varst þú, pabbi? Nákvæmlega. Og ég einhvern veginn, mér hefur þótt það svo skrítið út af því að ég einhvern veginn, og eins og ég hef nú sagt núna í hérna langa tíma, bara ég var ekkert eitthvað, ég hef aldrei verið eitthvað harður með, aldrei verið harður á móti, alltaf verið svona, já, ég er til í að skipta um gjaldmiðil, ég er til í að skoða ýmislegt í kringum þetta, en núna er þetta einhvern veginn að byggjast á því, þetta, og tímalínan er fyrir eitthvað fyndin og ég var endar að rifja hana upp bara í aðdraganda þess að við erum að setjast hérna niður. Og tímalínum var eitthvað á þessa leið, sko, hérna, þegar að ríkisstjórnarsambandi er kynnt að þá er sagt við förum í þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir árið 2027. Síðan eru svona umræður þetta eiginlega engar. Það eru rosalega litlar umræður þetta. En síðan svona fljótlega í kjölfarið eða svona nokkuð fljótlega með við tímalínu þessar ríkisstjórnar að þá fara hlutir að gerast í Bandaríkjunum, Trump setur á þessa 15% tolla, dreif það tilbaka, setur þá aftur, Evrópusambandið bregst við með því að setja viðbóta tolla á kísilmálm, við flokkumst ekki innan þess mengis, þannig að þá fyrir salan að verða svona, heyrðu, við þurfum að flýta þessu út af því að þetta við búum bara við varhugaverðari aðstæður, heimurinn er breyttur, við þurfum að horfast í augu við það. Þessi heimur er ekki að koma tilbaka og þar að leiðandi þurfum við að staðsetja okkur á einhverjum ákveðnum stað. Og þá segir maður, ok, þetta snýst á einhver svona öryggisprinsip og þá kemur jáfólki og segir, já, og í þokkabót, þá fáum við betri húsnæðisvexti, við fáum betra matvöruverð, við fáum meira aðgengi að mörkuðum erlendis, við fáum þessa vexti sem býðst í öðrum löndum
og við fáum bara svona betri kjör almennt og meira aðgengi að þessum mörkuðum sem að við þó eigum að nafnunni til að vera eiga inni út af EES-samningnum. Síðan einhvern veginn fara þessar röksemdafærslur einhvern veginn að svona einu og eina detta eins upp fyrir eða eru kannski ofmetnar af jásenunum og ég nenni ekki rekja allar þessu sögu en aftur á móti þarf við komin í dag á þann tímapunkt að bara við vitum í rauninni ekkert hvað það snýst. Nei. Það er bara já þetta er eitthvað sem er fyrir hendi og við þurfum bara að komast að því hvað það er sem að við myndum græða á því að þannig að röksemdafærslunar fyrir öllum hlutunum sem við hefðum grætt á það er orðið að við vitum í rauninni ekkert hvað gerist ef að þetta kemur upp á hattinum sko. Nei, og þetta er náttúrulega kannski það heiðalegasta staðan er svo að sko það er alveg rétt alls umhverfið er á fleygjuferði kringum okkur. Við stöndum fram fyrir stórum vandamálum sem þjóð svo náttúrulega er staðan svo að Evrópusambandið er líka á fleygjuferð. Evrópusambandið er ekkert statist batteri sko. Það vístu mér alltaf skrýta að segja Evrópusambandið á fleygjuferð af því að það er að mörguleiti rosalega þunglamlegt batteri en sem sagt Evrópusambandið er að reyna að aðlaga sér nýjum veruleika og svo bara tölur að pólitískar breytingar eiga sér stað innan Evrópusambandins. Þannig að sem sagt það sem við getum verið að horfa upp á er einhvers konar, sem sagt, við vitum raun og ekkert hvernig Evrópusambandið mun þróast á næsta árum. En alltaf það sem við eigum að ræða öryggishagsmuni, orkuhagsmuni, auðlindir, við eigum að vera strategíska hvernig við sem þjóð ætlum að tryggja þessa þætti og góð lífskjör fyrir fólki í landinu. Og í því samhengi, þá ættum við að vera að skoða, erum við betur sett innan eða utan ESB? Og ég veit ekki hver svarið er. Persónulega mér heilt yfir tiltölu sama. Ég er nokkuð veginn vissum að ég mun lifa af hvað meginn sem er, þannig að þú veist, þannig að hérna, ég lifi hvað niðurstöðu sem er svo sem, en sem sagt, þetta eru bara óbáslega stóra spurningar og það sem við vitum er að framtíðin fyrir Ísland, fyrir Evrópusambandið og fyrir allan heiminn er bara óvissari en hún hefur verið í langan tíma. Og það er umhverfið sem við erum að taka þessu ákvörðun í. Fyrir mitt leyti þá það getur vel verið að allir þessum hliðum sé við betur sett í Evrópusambandinu. Ég samt líka velti fyrir mér, kannski í umhverfið sem er að breytast mjög hratt, þá er kannski betra að vera lítil og snögg eining heldur en að vera hluti af stóru frekar hægfara bákni, sko. Þannig að, en segjum, ég finnst það að vera gríðlega flóknar spurningar og mér finnst þetta að vera eitthvað sem það þarf að taka alvarlega og ég er alltaf að reyna að leita að góðu punktunum í þessu umræðu til þess að reyna átta með, sko, ok, á hvaða fórstun get ég raunverulega tekið ákvörðun. En ég finnst kosningabaráttan og sérstaklega ekki jábaráttan ekki vera að mata mig á mikið af upplýsingum sem ég get unnið með. Mér finnst það óþægilega mikið af fólki sem þekki sem ætlar að segja já, ætlar að gera það dálítið svona af því bara. Já, ég er rauninni sko, það er rauninni bara ein ástæða fyrir því að ég tel að vera ófýsilegt og ég er einmitt að gera þætti það núna og svo annar þáttur, eða þriðji þáttur þeirrar þáttaraðar dragiskýrsluna kemur út núna á eftir. Og þar er ég með að fjalla bara skýrsluna og reyna að setja henni í samhengi við Ísland og reyna að setja henni svona í samhengi við þær framtíða horfur sem að ég tel og Draghi reynda telur líka að muni koma til með þessi stað. Og það sem er eiginlega svona, ég ætla ekki að segja það fyrir törnum, þessi sko fyrsti þátturinn sem að kom út fekk alveg gríðarlega athygli. Og ef þið vilja horfa á þessa þætti þá er þess að þriði þátturinn að koma út í dag, þannig þeir munu bara koma allir út næstu dag. Það voru þess að 8 þættir Draghi-skýrsluna, þar sem ég bara fara yfir þá hluti og meðal annars setja í samhengi við þessa bók, Eurotragedy, eftir Ashoka Modi, sem að fjallar þessi mál og Crisis Cycle. Og svo er ég að taka aðrar skýrslur inn í þetta og reyna að setja þetta í samhengi. En Draghi segir sjálfur einmitt að Evrópusambandið sé búið að vera svigasent í að gera nákvæmlega það sem hann er að tala í þessari skýrslu. Það sem er svo skrítið á Íslandi með þessar samræður. Það ég er búin að vera að segja alveg frá því þetta komst á dagskrá að bara við ættum að vera að taka ákvörðun út frá því sem Draghi er að segja í skýrslunni. Alveg sama hvort við ætlum að segja já eða nei, að þá vegur þetta plagg að mínum mati frekar þungt. Þrátt fyrir að hann er með svolítið sérkennilegar hugmyndir það hvernig má bæta hlutina, en ég fjallar svo það í þáttunum. Mér finnst sérstakt er að það er verið að segja já og það sem er bara frábært er að Draghi skýrslan er komið fram og þar alveg þurfum við ekki að hafa áhyggjur af þeirri þróun sem að Draghi varar við. Og það var einn vinnur þáttarinn sem heitir Þorsteinn Sigurlaugsson
sem að ég minnst mjög gaman að tala við gervigreind og gaman að tala við hann það hann einmitt segir bara hann hefur engar áhyggjur af þessum hlutum það bara, Evrópusambandið veit af þessu núna og þar alveg endur munið að koma til að batna og ég verið að reyna svona að finna dæmisögu það sko, hvað fólk þá að segja þetta svona hlutur sem að fólk, og eins og þú varst að segja að vera hérna fljót og geta brugðist við staðbundum hlutum í stað þess að vera hluta á stærra báknir sem tekur lengri tíma að taka ákvarðanir og ég hef verið að svona reyna að veltaði fyrir mér í hvaða samhengi maður getur sett þetta og þetta svona að segja að hérna, það þarf ekki að hafa áhyggjur af því hvort að Evrópusambandið muni koma til með að laga þessa hluti út að þeir vita af því svona eins og að ég og þú myndum segja við þurfum að vera komnir til Kabúl eftir 24 klukkustundir og þú veist, við getum sagt þetta við getum alveg vitað roughly hvað þarf að gera en það að við ætlum núna að fara héðan í einhver svona amazing race þema og ætla að vera komnir til Kabúl eftir 24 tíma það alveg flókið en samt sem áður bara einhvern veginn og eins og segi, það örugglega auðveldara fyrir okkur að komast til Kabúl á 24 tímum heldur en fyrir Evrópusambandið að taka allt í greina sem að Draghi-skýrslan fjallar út af því að þeir til dæmis bara í nýsköpunarmálum að þá bara Bandaríkin og Kína ljósárum á undan og fjárfestar að horfa miklu frekar til þess alveg sama hvað ákvarðanir Evrópa tekur nákvæmlega í dag þá verður þetta ótrúlega flókið ferli sko. Ég meina ég held þessum að Evrópusambandið alltaf verið loða við Evrópusambandið að vera tölvöld mikið svona regluverksbá og ég fyrir mitt liti eina af þessum ráðgöndum sem ég er búin að klóra mig mikið í hausnum undanfarnum árum sko að mér finnst svona eins og við sem samfélag og mörgleiti bara flest vestarsamfélag hafa mörgleiti mist getuna til að leysa vandamál það verður allt rosalega þungt það þarf að fara í gerum alls konar mat það þarf að skipa starfshópa og kostnaður við þetta verður alltaf margfaldur út af þessum hlutum staðan fyrir að segja þetta horfa hlutin og segja ok, hér vantar eitthvað bara svona einfalt eins og kannski ættum að setja gatnaljós á þessi gatnamót rétt hjá grunnskóla ég úr Laugarnesinu þannig að þetta mjög nærtækt dæmi fyrir okkur en sem sagt einhvern veginn hefur tilfinninguna að hérna á 9. áratugnum kannski snemma á 9. áratugnum þá hefði borgarstjóri sagt já þetta nú bara ekki alveg ótækt og óþægileg umræða ég vil ekki það þetta sé að fram parið bara að setja niður gatnaljósin þarna og finna út úr smáatriðum seinna núna þá þarf þetta að fara í alls konar mat, kostnaðarmat og umhverfismat og jafnréttismat og hitt og þetta mat sem það þarf að skoða þetta út frá og það eru starfshópar, það eru embættismenn sem þurfa að vinna kannski við þetta hluta til, það tekur eitthvað ár, þú veist, það fara ekki ennum þetta og sem sagt, svo gerist ekkert á meðan og ég held sko, bara almennt séð þurfum við að fara að horfa á sko svona regluverki sem við erum búin að búa okkur til og hvað sem miklu leiti regluverkið bara hreinlega hamla okkur í að geta tekið það á vandamál. Margar reglum koma til af mjög góðum ástæðum og góðum hug en stundum kannski spurningin það að við þurfum að vera tilbúin að lifa við ákveðna ófullkomnun bara þess að hlutir geti virkað. Já, þetta hérna góða punktur og reyndar í þessu samhengi langar mig að gera þetta hlaðvarp meira um mig. Því að fjölmiðlanefnd var að senda mér núna erindi og það komið fram að Logi Már sem hérna ráðherra í þessari ríkisstjórn og hefur með þennan málaflokk að gera sem að fjölmiðlanefnd heyrir undir að hann segir bara að hlaðvörp verða ekki flokkuð undir fjölmiðla og ég held reyndar að hann sé líka ekki bara að skera okkur snörun heldur líka að sparka okkur út af því að það sem það þarf náttúrulega að gera fyrir fjölmiðla að þeir hafi bolmagn til þess að sinna sinni starfsemi og þá geta bara ekki einhverjir hlaðvarpar að vera að koma inn í það mengi til þess að fá pening úr ríkissjóði. Nei. Það bara heldur engu vatni. Hlaðvarpsgerð og fjölmiðlun svo frábrugðin á svo marga vegu þá svo að séu áþekkir þættir, snertifleitir sem að hafa líka með þetta að gera en aftur á móti þá þetta ekki þannig að þetta sé sama staðan og ég held að hann sé líka að sparka okkur út bara svo við getum ekki verið að sækjast í þessa sameiginlegu sjóði einmitt undir þeim formerki bara, já, ég menna ef við erum fjölmiðlar þá erum við bara fjölmiðlar sem ég til að sé gott, en núna fjölmiðlanefnd að skrifa eitthvað sjálfstætt framhald af réttarhöldunum eftir Kafka þar sem að þeir segja bara já, þú ert ennþá að brjóta reglunum út af því það ekki búið að breyta þessu og ég eitthvað svona, hver sko samfélagslegi og lýðræðislegi ágóðin af því að þú ert að fara í þessa vegferð?
það er ekki augljóst. Nei, en þetta og ástæðan fyrir ég nefni þetta er ESB fyrirbæri, þessi fjölmiðlanefnd. Já. En hún er bara orðin einhver kafkaeskur, sko, blautur draumur skrifræði sinna. Það er náttúrulega líka daldið og verið nokkur ár núna mjög sterk þörf hjá stjórnvöldum til að ná tök á upplýsingamiðlun og umræðu. Og náttúrulega Evrópusambandið er líka í því að sko Evrópusambandið er með svona skeftík á frjálsa tjáningu, það sjá mörgur löndum sem eins og bara þessi Þýskalandi, það sem að vera að handtaka fólk fyrir einhver assanleg tvít og svona fleira svona sem sagt og þú veist, ég held að fjölmiðlanefnd og fjölmiðlalögin okkar svona litist aldrei mikið af þessu. Það er eitthvað svo ótti við það að nú sé bara frjálst flæði upplýsinga og það munir bara leiða til þessa vonda orðs upplýsingaóreiða. Það er alltaf verið upplýsingaóreiða. Það var alltaf verið ykkur sem hafa logið. Það var alltaf ykkur sem hafa rangt fyrir sér. Það er bara að gera það á hverjum tíma. Það sem að þú þarft að gera er að mæta röngum hugmyndum með meira tali. Ég bara gæti ekki verið meira sammála og ég meina maður er náttúrulega búin að sjá þetta, ég held að allir COVID hafi ekki verið svona hápunktur þessa og ég hefur endar lengi haldið fram að COVID var ákveðin bara svona vendipunktur þar sem við fórum að sjá þar sem ég get alveg rétt eða svona sammælst að kalla réttilega einhvers konar svona varhugaverða þróun á ýmsum svona í pólitískri eftirspurn. Þar sem að fólk er farið að detta inn á svona brautir sem að ég tel ekkert vera eitthvað sérstaklega fýsilegar og ekki út frá mínu bætir og síðan bara frá bætirum þessum ræðir. En það mitt að læra ekki af þessu og bara við gjörsamlega mistum hausinn. Það var verið að loka á fólk og kalla samsæriskenningar sinna fyrir það að segja að veiran hafi verið til líklega í einhverju svona versmiðu þannig sem hafa að gera með veirusýkingar í þeim bæ sem að hún kom út úr. Og þá var það bara svona, nei, það er bara fjarstæðukennt. Getur ekki að gera. Það er líklega að ykkur hafi keypt borðað hérna var ekki leðublöku, jú. og af hverju það allt í einu gerist þannig að fólk er mikið að borða leðublökur á þessu svæði, af hverju skyndilega Já, og þetta var svo skrítið, sko. Ég talaði við Martin Kulldorff og fleiri, sko, ég fekk mikið skítkast sko fyrir það að vera að dreifa einhverju upplýsingu óreið og ég er að vitna í Harvard-prófessora, Stanford-prófessora og Yale-prófessora sem að segja bara, já, ég held að þetta sé ekki rétta leiðin. Voru ekkert að segja einhvern veginn að þetta væri allt eitthvað algjört hóks og eitthvað þannig. Voru bara að segja, heyrðu, ég held að þetta sé ekki rétta leiðin. Og ég sem sagði á Íslandi hérna, já, ég held að þetta sé ekki rétta leiðin. Og það var bara, já, nei, það varst þú náttúrulega, ég fekk bara einhverja líflátshótanir frá einhverju fólki sem sagði ég var að drepa gamalt fólk, sko. Þetta var náttúrulega, sko, það var svo skrítið hugafar sem ferðan á stað. Það kemur ég líði við þig og allt þetta og segjum sagt, ef þú varst ekki á línunni, þá fegstu bara yfir endalega skít. Þannig að eina fólki sem tjáði sig var fólk sem var bara skítsama og var svo langt frá línunni hinum megin. En einhvers staðar á milli var náttúrulega allir þeirra fólk sem var bara, er þetta alltaf make a sense, þú veist. Alls svona upplýsingar eins og sem sagt, að grímunar vernd ekki fólk, það var líka þetta með að sko bólefni raun og kemur ekki veg fyrir smitið en dregur úr einkennum, alls konar svona hlutir sem að koma í ljós sko svona seinna, en þú veist ef að fólk var eitthvað að spyrja spurninga þá var bara farið ótrúlega aggressivt í þá og ég held að þetta sé sko, ég held að mörguleiti þessi að kortleggja svona, hvað segja, þjóðmála umræðu á Vestlundum daldið út frá þessu í seinni tíð að það verður einhvern veginn svona ríkjandi norm. Hér erum við erum í þessu liði, við trúum þessu og ef þú ert þannig eitthvað aðeins víkur frá trúabókstafnum okkar, þá erum við bara til að hjóla í þig. Og hérna þá við sjáum það líka, sko, það var alltaf búin að vera eitthvað svona slaufunar menning í gangi á Vesturlöndum og hérna tengist fyrst og fremst kannski framanafdaldi mikið Me Too, en sem sagt svo í kringum COVID fer þetta á fullt. Fólk er alltaf bara læst heima hjá sér, þunglimt og hrætt og hérna sennilega drekkandi og mikið af heimsenda áfengi meðan það var að hanga á netinu og fólk er bara, þú veist, öll umræð verður svo miklu aggressívara heldur en það hefði verið. Já, það er alltaf góð. Hérna, já, nei, þetta er algjörlega, sko, og það er svo margt skrítið í þessu líka sem að hefur að gera með þetta og svo við dettum aftur inn í ESB-umræðina
að þá er þetta líka farið að byggjast á því að sko það sé ólýðræðislegt að segja nei í ágúst. Já. Og þetta annar svona kimi þess hvernig umræðan hefur farið frá því einmitt, eins og ég var að segja áðan, sem svona tímalínan svolítið sérstökt bara við ætlum inn í Evrópusambandið út af því að það er gott að vera inn í Evrópusambandinu í það að lokum að segja við ætlum að kíkja í pakkan sem við veitum ekkert hvort það sé góður fyrir okkur eða ekki og við ætlum að sjá hvort að það verði fýsilegt fyrir okkur en þetta er svolítið að sama þar sem að Jonathan Haidt í í The Righteous Mind held ég að sé það sem hann skrifar þetta sem hann er að fjalla goalpost shifting þar sem að það er einhver ákveðin umræða einhver ákveðina hluti og það er ákveðin markmið sem til dæmis að í þessu tilviki bara við viljum sjá hvort að þjóðin vilji ganga inn í ESB sem að verður í það við veitum ekkert hvað það felst í að vera í ESB og þú getur ekki komist að því nema að þú segir já í ágúst og þá búið að breyta því hvað umræðan raunverulega eins og þú ert í raun að segja í þessum pistli sem ég var að tala áðan að það er búið að breytast svo hratt og svo er þetta svolítið eins og í COVID þar sem við vorum að segja já, þú þarft að bólusetja þig til þess að koma í veg fyrir það að þú smittist svo þarftu, þú þarft booster til þess að koma í veg fyrir það að þú smittist svo þarftu triple booster til þess að koma í veg fyrir það að þú finnir fyrir einkennum og svo er það, nei, við erum ekkert að koma í veg fyrir einkennum, við erum að passa på það að fólk látist ekki að vera og svo er þetta einhvern veginn alltaf að breytast og svolítið sama með þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandið sko. En mér finnst það líka sko, velti verið með lögmætinu eða svolítið saman sem sagt sem að vera að búa til með þessu orðræð af því að það er aldrei gerist í kosningabartum að þú undirbyggir, þú gefur svona ákveðið mandate fyrir því sem að gerast eftir og þegar sko slagurinn er kannski unnin naumlega fyrir jásynuna á þeim fórstum að þú þurfur ekki að vilja gangi í ESB þú þurfur bara að vera tilbúin að leyfa þessu umsóknarferli að fara í gegn af hverju eru þá að þessu ef það er að fara að vinna þennum þá er alltaf líkur að þetta tapist þegar samningur líkur fyrir ég velti fyrir mér af hverju þá fara í þessa vegferð ég fyrir mitt leiti sko ég er svona líka aðeins tímasetningun á þessum kosningar trufla mig hvernig þetta var alltaf keyrt í gang í vor það var svona allavega minn skilningur þegar ég sá kynningun á stjórnarsáttmálanum að þetta gerast í lok kjörtímabilsins þannig að þetta svona lyktar alltaf að eitthvað svona hrossakaupum, smá uppgjöf gagnvart vandamálum sem ríkisstjórnin stendur frammi fyrir kannski erfiðleikar í samstarfinu það hefur nú alveg glitt í gegn ákveðna svona spennuð þættir þannig að það er svona allt í kringum það sem hann finnst bara pínlítið skrítið og ég held sko að þetta er líka erfitt að því leiti að nú hefur forsætisráðherra sagt að hún myndi ekki vilja leggja upp í aðildarviðræðu ferðalagið nema það veri afgerandi meiri hluti með því að gera það. Nú vitum við sko svona sögulega séð, það var þjóðaratkvæðagreiðslur ekki verið með háa kjörsókn. Þannig að við fáum einhverja niðurstöðu sem er kannski tæp, jáinn í vil með lélegri kjörsókn, eða bara svona dæmigerðir þjóðaratkvæðagreiðslu kjörsókn. Hvað ætlar forsætisráðherra að gera á þeim tímamóti? Hún stendur fram fyrir því að annarkvæmt þurfa þá fórna stjórnarsamstarfinu eða taka ákveðin svona skell á sinn trúarleika. Já, ég veit ekki, ég passa mér svona það tekja of djúpt í árina sambandi við sko hvað nákvæmlega gerist ef að neyið eða jáið kemur upp á hattinum svo að eins og þú nefnir þetta í pislinu þá veistu eiginlega ekkert hvað hvorugt þýðir annað sem að mér hefur þótt örugglega svona hvað mest fara fyrir brjóstuða mér í því sem að við erum að tala nákvæmlega hérna er að við séum að semja einhverja stórkostlega stefnubreitingu ef að við segjum nei í ágúst og ég er alveg svona býtu nú við ef ég segi nei við því að ganga í ESB að þá er ég einhvern veginn að ef ég segi já þá er ég einhvern veginn að kjósa stöðuleika og ákveðina svona festu sem hefur að gera með áframhaldandi veruleika eins og ég hef þekkt hann eins og ef ég er að kjósa nei að þá er ég að kjósa einhverja allt öðruvísi vegferð heldur en að við höfum verið á og ég er svona hvernig heldur það vatni
ég að kjósa að taka ekki stefnubreytingu en þú ert samt að sannfæra mig það að neyið hafi stórkostleg áhrif og sé í raun miklu meiri stefnubreyting heldur en nokkuð tíma jáið. Þetta mjög skrítið málflutningur, þetta augljóslega rámt. Þetta er rámt eins og svo hugmynda svo ólýðræðislegt að greiða atkvæði með nei. Atkvæðagreiðslan í eðlisínu lýðræðisleg. Það verður að spyrja þjóðina viljið ekki fara þessa vegferð eða ekki. Þannig að þetta er svona skrítin skilningur á lýðræði sem er í gangi þannig. Já, og annað líka, þú veist, það er alltaf að vera að segja mér sko að ég sé að taka eitthvað frá einhverjum. Já. Að nei sko, ef að þú segir, þetta með liðinu sem sé einhverju svona barnaafmæli þar sem að ég að kjósa með því að sko kannski vill barnið eiga gjöfin eða ekki en ég að kjósa gegn því að krakkinn fái einfallega að opna pakkan og náttúrulega þá það ég að gera eitthvað á hans hlut sko. Já, og ég meina en þetta er náttúrulega bara líka eðli kosninga sko, ég meina þú veist þegar þú kýrst einhvern flokk þá ertu að tjá það að þú viljað þessi flokkur komist til valda, það langar að sjá hvort að þau muni standa við hlutina og hefur líst vel að pakka þeirra. Allir sem kjósa eitthvað annað eru raunverulega að brjóta gegn þínu lýðræðislega rétti að fá að sjá hvort að flokkurinn þinn kemur til með að skila árangri. Ég meina, lýðræðin er bara þannig að það verður einhver niðurstaða að koma. Já, þetta er allt svolítið sérstakt, en mér langar aðeins að fara yfir í félagsfræðina og þú ert náttúrulega félagsfræðingur og ert dósent við Háskóla Íslands og kennir þar á félagsráðgjafabraut eða ekki rétt hjá mér og ert alveg eins og allir hinnir þar, veit ég. En og því vorum að tala um þetta áðan og ég held að sko versta sem að nei-sinnunni hafa gert er að búa til einhver ljótan banner til að merkja sig sínu atkvæði. Það ég veit ekki hvað þetta er, en það þegar fólk fer að setja einhver banner á Facebook, þá ég bara, ég get ekki borið virðingu fyrir því. Ég ekki fólkinu sjálfu, heldur að gera. Þetta þú veist, þetta var Blackout Tuesday þegar við fórum að kæra okkur inn í einhverjar kynþátta ágreining í Bandaríkjónum, með kynferðisafbrot, það ég trúi, ég kærði ekki og það fleira þar fram eftir göttunum en svo þetta ég hlýði víði, við erum öll almannavarnir, ég kýs Katrínu, ég kýs Franklín mér finnst þetta allt vera eitthvað svo, ég verð að segja pathetic. Já, hvað þetta? Þetta sko hlutað sem alltaf bara hjarðhæðin í þessu og hvað þetta sko hvað þetta mikið alltaf performatíft. Fólk sem raunverulega ekki tilbúið að leggja þetta á sig jafnvel algjörlega sama. Því finnst bara skynsamlegt að vera með í þessu. Þetta ekki statement neitt. Það kostar þið ekkert að setja einhvern banner utan prófílmyndina á Facebook. Þetta bara ótrúlega ódýr leið. Ég myndi skilja þetta, þú veist, ég meina íslenska landslið hefur að spila á HM og við erum allir með einhvern íslenska ramma, við erum allir rosa peppi fyrir þessu en þú veist, almennt séð þá þetta svo innhaldsvist. Öll þessi online pólitík og þetta bara dýraskreitingar. Já, þetta ég gæti ekki orðað betur sko, þetta allt einhver, já, skellt í þig. Við mögum ekki segja nafnu og þetta ekki í samstarfi. Ég ekki í samstarfi neitt drikk, þannig að ef þið hafa áhuga einhverju samstarfi, þá skal ég segjast að þeir stendar eru góðu drikkur. Ég auglýsi ekki neitt sem að ég ekki tilbúin til þess að nota sjálfur. Þá getur maður ekki með neinni samfæringu sagt að það sé gott. En með þessar dyggðaskreitingar sko, þetta ég var með konunni minni og vorum að keyra og þar var, ég man ekki út af hverju, hún var að fletta einhverju upp fyrir mig, fór hún á einhverja mannesku, fór hún á Facebookið hennar og þá var einmitt fyrsti bannerinn ég kýs Katrínu eða eitthvað og svo var hann með VG í banner svo flettanlega og ég sagði, ég lofa þér að næsta myndin verður ég hlýði víði og bókstaflega næsta mynd var ég hlýði víði og gengum golf fyrir Þórólf og allt þetta dót og ég verð að segja að þetta eitthvað eins og segir sko að þetta kostar ekki neitt en þetta líka ákveðin svona skringilegu ferill og kannski erum við bara að taka eftir honum meira núna út af því að við erum að sjá þetta á Facebook
kannski var þessi hjarðhegðun alltaf fyrir hendi en mér finnst hún líka einhvern veginn svona sína rótgróið vægi þess að sjálfstæð hugsun sé að svona á undanhaldi sko. En kannski það ekki aukast, kannski þau bara sjá það meira en ég aftur á móti hef svona verið að pæli hvort að þetta sé vitnisburður það að sjálfstæð hugsun sé á undanhaldi. Ég þori ekki að segja sé undanhaldi, það nefnilega til þetta sem ég kalla nostalgían eftir því sem aldrei var. Ég ekkert viss að sjálfstæð hugsun og gagnrýnin hugsun hafi nokkuð tíma verið sérstaklega algenga reglan í samfélaginu. Fólk keypti sín flokksblöð, Morgunblaðið og RÚV aldrei skilgreindu veruleikann fyrir okkur og þannig að þú veist, ég held að svona að mörgu leyti þá sjálfstæð gagnrýnin hugsun eitthvað sem okkur ekkert endilega rosalega eðlislegt sem bara dýrategund. Heldur eitthvað sem við getum þjálfað og það miklu auðveldara, ég meina alveg saman hversu mikið þú ert þjálfaðar í gagnrýni hugsun til dæmis, það ótrúlega auðvelt að detta bara í sleggjudómana og hrapað álítunum bara því að ég held að það sé bara þannig sem gerð. Kannski það líka bara líffræðilega mjög gott að við séum þannig sko. Þannig bara getur verið, þetta hafi bara verið gagnlegt frá svona þróunarsjónarhorni að við værum frekar svona. Þetta bara svona spurningin skiluru fight or flight viðbragðið sko. Þú veist, hvað sem þú gerir, annað getur verið rétt, því getur verið rangt, en ef þú gerir ekki neitt, þá ertu sannlega döður. Þannig að þetta svona oft hlutir sem eru svona illskásta meðaltalið fyrir tegundina sem að verður ofan á. En þannig að ég veit ekki hvort það ég held að kannski að sýnileikin hafi bara aukist verulega mikið. Við erum alltaf fann að sjá skoðanir alls konar fólks út í bæ sem við hefðum aldrei annars hitt eða talað við eða frétt af. Allt í einu bara þetta komið í símon okkar, beintur fram landið okkur inn í stofu og þá allt í einu verðum oh fuck, við erum bara galið fólk. Þannig. Ég nefnilega sko út af því að Steven Pinker skrifa þetta í Better Angels of Our Nature þar sem hann fjallum þróun ofbeldis og hversu mikið ofbeldi hefur minnkað á ótrúlega skömmum tíma og sérstaklega í svona nærtækustu fortíð. Þar að segja undanfarna áratugi þá hefur ofbeldi minnkað alveg rosalega. Og ég myndi vera að velta því fyrir mér hvort að það sé hollt að við höfum svo mikið aðgengi að hvort öðru og skoðana hvers annars. Líka pælti ég út frá hugmyndum okkar ofbeldi út af því að núna fá við endurspiluð ofbeldismyndbönd á Twitter sem eru sett á einhverja nýja ramma og eitthvað þannig og við höldum bara að sé allt að fara til fjandans allstaðar. En aftur á móti erum við með aðgengi að versta ofbeldisatburði dagsins alltaf. Já. Erum við byggð í þetta? Sennilega ekki, menn að við virðumst staldra meira við efni sem að ógnar okkur eða truflar okkur, frekar heldur en gleður okkur sko. Og algoritmanni lesa það og mata okkur á meira svona efni og það verður svo auðvelt að upplifa allan heiminn eins og þú búir við einhverja viðvarandi stöðu að ógn. Það sem að kannski raunveruleikinn svo þú veist að þú ferðu út og sest í grassið og lítur í kringu þig þá bara flest fólk ágætt og það ekki verið að mistrima fólki á hverju götuhorni og þetta bara allt ok. Ég held hins vegar líka sko, þetta svona reglulega og að segja eitthvað sem hljómar örugglega galið en sem sagt ég held að ofbeldiskvötin sé bara eðlislega hluti af manneskjunni. Það ekkert galið að segja það. Nei, en fyrir vikið þá finnst mér einhvern veginn við veltum að skrifa pistilinn lofa ofbeldis að sem sagt vandamálið ekki þessi hneigð sem að virðist vera sterk þörf til þess að regulera hneigðina. Manst kannski að því að þú hnefaleikarþjálfari, ég veit ekki hvort þú manst þetta umræðinu þegar að hnefaleikar voru leyfðir. Jú, ég man ekki eftir henni sjálfur, ég var ófæddur. En hefur kannski fletta ég upp í henni síðan, en sem sagt þetta átti einhvern veginn að verða til þess að lögmæta ofbeldi í samfélaginu. En ef þú hugsar þannig, ef að ofbeldiskvötin bara innbyggð inn í manneskjuna, þannig að þú kom með ákveðið öruggan vettvang með ákveðnum leikreglum, ákveðnum öryggisramma í kringum, þess að fólk getur fengið útrás fyrir þessa kvöt. Þannig að þú veist, þetta bara eins og í mínum kultúr þar sem að verðandi þungar okkar skilur, þetta það sem að mosspitturinn gerir, maður hoppar út í pittin og hoppar á annað fólk og það hoppar á mann og stundum brýtir maður auðbein og þetta allt í lagi og svo bara fer maður heim.
maður er búin að fá rosalega útrás fyrir ykkur aggression, skilur það er nauðsynlegt að hafa farveg fyrir aggression, að við viljum ekki að fólk fari heim til sín og þú veist, taki aggressionna út á fjölskyldinni eða á einhverjum í búðinni sem að horfa á það á einhvern rangan hátt eða eitthvað slíkt, skilur það er ofbeldi sem við viljum stoppa en við þurfum að hafa og þetta er svona svipað eins og þú ferð inn í sko umræðan hatur, sklæpi og hatursorðræðu. Hatur er náttúrulega bara mannleg tilfinning. Þú veist, ef einhver segir mig að þeir hafa aldrei hatað neinn, þá er þeir annarkvort að ljúga eða ekki mennskir. Það er bara, við höfum öll hatað einhvern eða eitthvað. Þannig að þú veist, það er einhvern veginn þetta að gera einhvern veginn þessa tilfinningur af aðalatriði og ég var að tala um þetta við Frosta Loga daginn, sko. Þú veist, bara ef ég myndi nú ganga hérna berserksgangi og rústa öllu hérna í nýja stúdíóinu, skiptir það máli hvort ég gerði það vegna haturs eða bara vegna þess að ég lendi í geðrofi eða af því að ég poppaði fyllt af sýru og amfetamínaðurinn labbaðinn, þú veist, skiptir raun og veru hugarástandið máli? Nei, ekki beint, þó svo hérna, ég veit það ekki, maður er einhvern veginn, ég er svona eins og með eiturlyfja menn, sko, ég hef oft verið að pæla í því að það er svona sérstakasta í til dæmis eins og MeToo umræðum er að hún snerist fyrst og fremst einhver svona grásvæðismál frægra, oft myndarlegra karlmanna. Og við vorum miklu spenntari fyrir því þegar að einhver karlmaður sem var á einhverjum tilteknum stað í tilverunni væri afbrotamaður og ég var alltaf að velta því fyrir mér hvað með, þú veist, út af því að nú eru mjög margir sem að hafa komið inn og út úr hnefaleggum sem að eru eiturlyfja menn og hafa hætt, sumir hafa fallið aftur og hérna og ég veit bara úr þeim heimi eru miklu svívirðilegri afbrot, kynferðisafbrot heldur en nokkuð tíman þessi grásvæðismál þar sem að einhver tónlistamaður gat ekki séð alveg hvað hann var með í höndunum þegar hann var að tala við einhver ákveðna stúlku og gerði það á rangan máta og það var einhvern veginn svona huglægt kynferðisofbeldi, eitthvað svona sérkennileg mál eins og komið upp á sínum tíma. En þetta var alltaf tekið út fyrir sviga. Það er að segja svívirðilegustu kynferði, mælikvarðinn á því hvað hérna MeToo-hreyfingin átti að einbeita sér að var ekki bundið við það að ganga fyrst að svívirðilegasta ofbeldinu, heldur fyrst og fremst að ná þeim sem að var svona í hávegum hafður í samfélaginu. Og ég skildi þetta aldrei. Nei. Þetta er náttúrulega bara meira juicy, sko, en þetta er náttúrulega það sem En af hverju er það meira juicy? Af hverju er ekki mest juicy að ná verstu glæpunum? Þetta er eins og að við ætlum saman að reyna að uppræta skattsvik. Og við værum fyrst og fremst að einbeita okkur að því að táningar séu á einhverjum tónleikum að fá 250 skall í kass frekar heldur en að gefa út reikning. Á meðan einhver er kannski stór laxar með stórkostleg skattsvik en við varum fyrst og fremst að ná úlingunum sem að væri að fá 250 skall sem var ekki gefið út í reikning eftir einhverja tónleika. Já. Nei, menna, ég sé alveg hvað þetta segja og málið er náttúrulega það að þetta er það sem að sko hérna Musa Al-Gharbi, bandaríski félagsæðingunni, tekur fyrir í bókinu svona We Have Never Been Woke að raun og veru allir þessi kultúr, það er þetta að segja kannski að Woke hafi orðið mainstream í kringum sko í gegnum MeToo að stóru leiti þá er þetta sko eitthvað skonar valdabaráttu eða stöðubaráttu innan svona forréttinda stéttana í samfélaginu. Þetta er þeirra hugmyndafræði, þeirra pólitík og hún er notuð mjög grimmt til þess að bregða fæti fyrir samkeppnisaðila á þeim vettvangi. Þú vilt losna við einhvern sem að er samkeppnisaðila fyrirtæki sem þú ert að keppa við, akademíur gæta verið, þú veist eins og mörg dæmi akademíkar sem að þú ert í einhvers konar samkeppnum styrki við ef þú getur fundið eitthvað svona sem hægt er að láta líta út fyrir að vera mjög slæmt þá þetta spilar því spili þannig að hérna þetta snerist raun og veru aldrei þá verstsettu, bara svona sama hátt eins og hérna Defund the Police var fyrst og fremst rekið áfram af hvítu velefnuðu millisetta fólki í Bandaríkjunum sem að var hvergi í þeim hverfum þar sem að lögreglan skipti máli, sko. Svo bentu rannsóknir til þess að íbúar í þessum hverfum, svartir íbúar í fátækum svörtum hverfum í Bandaríkjunum
væru bara alfarið ekki hlindir því að leggja niður lögreglan, þeir vildu bara fá meira af lögreglu og betur þjálfað og betur búna lögreglu sem sagt, betri lögreglu, þannig að hérna þetta er einhvern veginn þetta er einhvern veginn svona pólitík fyrir fólk sem að langar að líti út fyrir að vera gott en kannski bara það ekki. Nei, þetta eins og hérna hann Roland Fryer gerði mitt rannsókn á þessu og ég var reyndar að reyna að vekja athygli á henni sérstaklega þegar George Floyd mótmælin voru svona hvað hæst og hér á Íslandi voru við jafnvel að halda einhvers konar útifundi hérna kynþáttamál og ég man til dæmis eins og í Pride-göngunni það hafi ekki verið 2020, 2021 eitthvað svoleiðis, 21 frekar. Þá var einmitt þarna manneskja sem var með einhvers konar spjald sko hérna non-binary for hérna defunding the police og ég var bara hvað er þetta? Hvað ertu að reyna, hvað skilaboðum ertu að reyna að koma á framfæri hérna? Stundum sko sit ég upp álhætti minn og þá gruna mig að það sé búið að ræna öllum þessum málstöðum í þágu eitthvað annars. Ég veit, ég er það svona dagmunnaði hvað ég held að það sé stundum held ég að það sé bara markasetning, ég til dæmis var í London í byrjun júlí og hérna mætti að sjálfsögðu á London Pride er alltaf gríðalega stór viðburður, það er einhverja milljónir mann sem samnast þannig saman í viðborginni og að því að ég finnst Pride-göngun í Íslandi mjög flottar og skemmtilegar og ég fer alltaf og mikið af hérna flottum prömmum og svona og sem sagt þau ok, London þetta lítur að verða eitthvað rosalegt. Það sem ég upplifði var það að þetta var svona dálítið eins og sko Facebook-feedið mitt af því að það er hérna auglýsing eitthvað sem þekki, auglýsing hérna einhverju að segja frá einhverju því að sko það kerði fram hjá þannig prammar sem að það var hlans PlayStation prammin og það var ekkert bara PlayStation merkið blöðrur í eitthvað svona fjólubláðan PlayStation lit og haugur af fólki fyrir aftan með hérna skilti á sem stóð fyrst og næst auglýsingar fyrir PlayStation. Svo var hérna stórmarkaðurinn Lidl var þannig Marks og Spencer og fleiri þetta var svona bara eins og svona maður var búið að narra mann niður í miðborg London til þess að horfa á svona eina stóra auglýsingagöngu svo á milli kom hana, það var hana einhver hérna hinsegin boxhópur til dæmis og það var skemmtilegt og hérna og einhver hinsegin sundhópur þetta fólk var ekki eins og ekki minna prammega þau bara löppuð í hóp þú veist og hérna boxarnir voru með box hérna hanskana og sundliði var í sundskilum og hérna þú veist, ekkert það var ekki sjóið var auglýsingan það voru dýru prammanir, voru auglýsingaprammanir. Manstu hérna það var nú gert grín að þessu, þetta er löngu áður en að Elon Musk kaupi Twitter, það fór einhver í það að taka saman sem sagt merki, þú veist, alltaf í júlí þegar að Pride Month nú voru þetta alltaf orðið náttúrulega mánuður sem að er ekki til þess fallega svona láta mann vilja styðja málstæðin út af því að þá verður þetta bara meira pirrandi en þá var sko Mercedes-Benz var með hérna málaði fánalitunum og Volkswagen málaði fánalitunum og Samsung málaði fánalitunum og hann tók sér til og fór að skoða Twitter-reikningana í Líbanon og í Miðausturlöndum þá var enginn búinn að breyta það að vera með hérna Pride-fánan og þá var einmitt verið að segja það sko, ég meina prófið, þú veist, fáði Al Jazeera til að prófa þetta, skiljiði prófið að fá einhverja svona raun þetta er enginn, þú ert bara að nýta þér markasetninguna með svona minnsta risk sem að til er að við styðjum við og við setjum þetta í fánalitina en þá var einhver sem sagði að þú veist, prófa að gera þetta í Miðausturlöndum sama eins og þegar hérna er verið að gera grína kristni þá kemur alltaf eitt komment sem mér finnst alltaf að vera mjög skemmtilegt en líka lýsandi fyrir það hvað er raunverulega í gangi að hérna þegar einhver grínisti gerir rosalega mikið grína kristni eða þegar einhver er að drulla yfir kristni einhverju þá kemur alltaf now do Islam þá vita náttúrulega allir eins og hérna stólu mig hvað hérna grínistinn heitin með rosalega sérstakann hlátur en að Jimmy Carr og hann var með brandara sem hann segir eitthvað á það leið sko að hérna ég get alveg gert grína kristni sko en hérna nú ætla ég að prófa Islam hann sagði nei, bara djóka, ég vil ekki deyja og það er ekki einu sinni grín sko, þú veist, það er punchline
En ég veit ekki, þetta náttúrulega sko blessunlega sko þá ef þú sér þetta samt á Íslandi í kringum sko hinsegindagana, þá allir fyrirtæki búin að rigga upp regnbogafarninu sínum og annað slíkt sko og mörgaði mér náttúrulega ekki einu sinni sko að leggja þetta mörgum, þú veist. Ég meina Ölgerðin var með hana bjór sem heitir Ástríkur, 34 bjór og ég skilst að einhver hluti af söguleghagnaðinum hafi runnið til hinsendagar eitthvað svoleiðis sko. Mér finnst það legit, skilur við. En þetta einhvern veginn, fólk upplifir hvernig það skilur, nú þarf ég að signalera að ég sé á réttum stað. Og hættan náttúrulega við þetta það að ef að svona vindanir breytast í samfélaginu og allt í einu þetta verður ekki lengur útrúlega smart og söluvænlegt að vera með þessu fana, þá bara mun þeir byrja að grotna niður í kjallurum þessara fyrirtækja og það verður útrúlega áberandi þegar fyrstu hinsegindaginn koma, þar sem að ekki regnbogafanar út allt. Það verður líka hætta við þetta. Allt í einu virkar eins og það sé rosalega mikil mótspyrna í gangi. Þegar raun og einu sem er gestir af fyrirtækinu eru bara svona ok, við erum ekki að græða neitt sérstaklega mikið á þessu. Þannig að en það búið að keyra upp sko mikla þessi fánir orðin svo mikið hann orðin svona stofnun í samfélaginu sjálfu sér. Þetta svona statement hver við erum. Þannig að ég veit ekki ég verð endalaust ringlaður yfir umræðum regnbogafanana því að röndina það finnst mér bara fínt þú veist, sérstaklega ekki Progress Pride flagg með spísnum, ég veist að ljótir fáni gamli fáninn, sérstaklega original 8-lita fáninn, þetta fallegu fáni ég er alveg til að hafa hann út allt þessuna mínu vinna sko, en á sama tíma þá finnst maður stundum daldið einhvern veginn bara eins og það hvað var hægt að búa til mikla sko hysteríu í kringum tröppunar í var ekki Grafarvogskirkju yfir einhverju sem var ótrúlega mikið maður getur kallað þetta strákapar þú veist þú málar yfir einhvern fána og það bara allt búið að stúka þetta af og lýsir þetta sér rannsaka sem hatursglæpur staðan fyrir að þú veist ef að snirtilegasta leiðin til að díla við þetta hefði bara verið að reynsa þetta upp laga undirliggjandi regnbogafanan og ekki segja orð. Nei, ég líka hugsaði sko, ef ég væri einhver svona strategisti fyrir einmitt kirkjuna í þessu eða fyrir samtöki 78 saman hvernig það er hvað versta sem ég geti gert við þessa menn sem að gera þetta. Það var að reyna að vekja sem minnstag athygli á þessu. Það málið, þeir fengu sitt í gegn þeir vildu nákvæmlega þetta. Þannig held ég að kirkja lendi sko í vandræðum af því að þau þurfa einhvern veginn þannig að stangast á hagsmunir kannski málstaðarins sem að þau segist að tala fyrir og svo þörf kirkjuna til að dygðaskauta sig með því að bregðast harkalega við og láta alla vita þetta við gerst og þau sé núna að laga þetta og svona þú veist. Þannig að sko kirkjan fær kredit fyrir það að bregðast við en fyrir vikið þá raun og búa til plattformi fyrir þessa menn sem að gera þetta. Þetta líka sko, og það eitt sem ég langar líka að nefna í þessu út af því að þú varst að tala þessi stórfyrirtæki sko sem að svolítið svona eins og gerist með Bud Light þegar þeir fóru í einhverja vegferð ég man ekki nákvæmlega hvað auglýsingin snerist en þeir fóru í eitthvað á það leið að vera eitthvað rosalega woke og fólk sagði bara já ok, þá hætti ég að drekka bjóriðin og manneskinn sem að sá markaðsmálin var einfaldlega rekin. Það sem að mér finnst ótrúlega fyndið að pæli að þetta eru svo mikil öfugmæli út af því að náttúrulega sérstaklega það fólk sem er svona hvað mest að þrýsta á kirkjuna að haga sínum málum í þágu þeirra sem eru svona háværir í þessum umræðum þeir eru að gera það þá í þágu fólk sem að lítur svona heilt yfir niður á kirkjuna telur að kristnin hafi verið svona einhvers konar hálfpartinn svona fasíst afl sem að hélt niður í framþróun og alveg hægt að bæra rök fyrir því samvættu við samkynnið og fleira en kirkjan einbeitir sér rosalega mikið að því að friðþægja þetta fólk. Einhliðin líka með þessi stórfyrirtæki að þá er þetta fólk í flestu tilfellum með sko einhvers konar spjölda sem að segja við viljum bara útrýma kapitalismanum og afhöfða alla sem eru ríkir og einhvern veginn og þá þessi stórfyrirtæki einhvern veginn reyna að móta sína ímynd bak við það að þeir sé einhvers konar svona marxíst þengjandi áætlunarbúskapsfyrirbæri sem að vill reyna bara koma til móts við en þeir eru samt að bara reyna að græða pening á sama tíma og þetta er svo
man er ekki hausnum utan delluna sko. Kannski þetta virkar þetta svona fyrir þau eins og þegar ég að nota gervigreindina sko, ég alltaf óheyrlega kurteis, bara svona ef skekkinni að heimsendarspannaðir rætist og takið yfir, þá sé ég að rekord þá var ég næs. Þannig að það er kaplistin bara, þið þurfum ekki að brenna okkur. Já, þetta er pínu þannig. Það er rétt, munið ekki, ég var með fánan í banner. Setti svartan hring. Nei, en þetta er, og samt út af því að þetta kemur líka svolítið inn á þessa ESB-umræðu sem vorum að ræða á þann, út af því að það er líka þessi sérkennilega þörf og mér langar líka að segja að mjög margir sem hafa svona verið á woke málstaðnum hinga til og kannast reyndar, eins og ég hef rætt núna í þessum þáttum að þeir sem voru svona mest woke og voru svona mest að gefa þessu undir fótinn vilja ekki kannast við það að þetta fyrirbæri hafi yfir höfu verið hluti af menningunni núna undanfarin ár. Ég segi ok, gott og vel og sér að þeir, en vókleðanir sem að hafa 100% track record að hafa rangt fyrir sér, þau rangt fyrir sér bara allt, þau rangt fyrir sér kynferðisafbrotamálum, þau rangt fyrir sér kynþáttamálum, þau rangt fyrir sér markaðsmál, þau rangt fyrir sér allt sem við kemur íslensku samfélagslífi að bara segja já, ég get ekki náði út úr hausnum á mér og þá er ég ekki að segja að það sé allir einhvern veginn sem ætla að segja já sem eitthvað slæmir, en já sem eru allir þannig og þá er ég bara þið hafið haft svo rangt fyrir ykkur í gennum tíðina. Það er nefnilega alveg hlutið, maður horfður að trakkar ykkur sem maður er bara svona nei, veistu, en mér finnst líka að það er sko kannski það að tónin í ábartinu er nefnilega svona pínu eins og það sem maður myndi svona tengja við þessa woke pólitík, eins og þegar ég postaði þessum pisli mínum á Substack, deildum svo á Facebook og upplegið í pislunum er raun og veru skilur stærðina sem að mér er alveg saman verið samtið. Ég hallast til hægri, ég er ekkert giftur því að, hægri fróðið slip. Já, þetta var fróðið, ég var bara að segja. Hallast það neginu, ég er ekkert giftur því að merkja við nei. Ég er algjörlega opinn fyrir því að segja já ef ég fæ rökin og upplýsingarna sem að samfæra mig að gera það. Og pistilin er pílindi ákall eftir því gafriðálinn gera þess betur, gefa mér eitthvað að vinna með. Og það kom alveg fólk inn hana sem að kom með alls konar pælingar og það var mjög gaman og gaglegt og gaf mér eitthvað að hugsa Svo kemur einn einstaklingur sem að starfa fyrir stjórnmálaflokk og kemur bara hjóla bara beint inn í þessu umræðu mjög aggressíft. Bara byrjar á því að saka mig lygar og ég veit ekki hvað. Og það er þetta sko, þessi nálgun á umræðu. Það er raun og veru það búið að bjóða upp í dans og segja ég er tilbúin að hlusta, segið eitthvað við mig og staðan fyrir að segja ok, ég ætla að samfæra þig, þá bara, þú ert bara fíbl og fuglar það. Já, þetta er nefnilega, og eins og segi, búið að vera frekar svona algengt undanfarin ár sko, ég man nú ekki, það var eitthvað að einhver manneskja sem stendur á línu, þetta er eitthvað svona mím, þetta er svona teiknameta mím, stendur á einhverju línu og manneskjan sem er að sko kalla eftir einhvers konar samfélagslegum breytingum og hrindir þeim sem var á línunni Já. Yfir á hinn og manneskjan sem að tekur við honum hjálpar honum upp og þá spyrir manneskjan sem að hrind honum af hverju ertu að standa með þeim? Já, nákvæmlega. Og þetta nær frekar svona vel utan að nákvæmlega það sem voru að segja sko, það sem að, og einmitt með wokeið sko, fólki sem er búið að segi, haft bara 100% track record, ég ætla með þetta í samvættu Palestínumálin er að að versta sem hefur komið fyrir Palestínumálstæðin er fólkið sem að styður Palestínu út af því að segist styðja Palestínu, gerir það náttúrulega ekki, með allavega ekki í reynd þegar að það hefur alltaf rangt fyrir sér og fólk bara horfir á þetta track record og hugsar hafa það rétt fyrir sér núna. Og það sama er svolítið að gerast með Evrópumræðina og það sem er kannski sérstaklega slæmt, ég ræði þetta meðal annars við Uglu Stefaníu þegar við vorum að tala transmálin. Ég var alltaf að segja, sko, transmálin ætti náttúrulega að vera hægri sinnaður málstæður. Það hann er bara á ákveðnu svona libertarian frelsismál sem bara, heyrðu, þú bara lætur mig í friði og ég ætla bara að fá að gera nákvæmlega það sem ég vil gera án þess að skaða neitt og svo lætur þú mig í friði. En þá er þetta einhvern veginn orðið marxíst og við erum öll hóphyggjan og taka alltaf nýjan inn og BDSM, já, flott og sko, ég held nefnilega að þetta er alveg rétt að í grunninn ætti sem sagt og mörgleiti er margt í hugmyndunum kringum transmálin sem að á rætur svona rekja í sko svona libertarian
frjálshyggju hugsun og það allir þannig sem ég sé þetta þegar kemur að fullorðnu fólki, ef að fullorðnu einstaklingur vill fara í gerum þetta ferli eða upplifa það þurfa að fara í gerum þetta ferli, bara you do you. Það sem þetta verður svo skrítið þegar allir farið að sko koma einhver þvingun á aðra, hvernig aðrir eigi að sjá hlutina, hvernig aðrir eigi að tjá sig og hugsa kringum þetta, þar eiginlega slitnar frjálshyggjutengingin. Og það er ástæðan fyrir ég nefni Uglu Stefáni og ég var alltaf að segja við hana, sko, ef að þið, þú veist, hérna, svo ég noti ensku slettu og íslenskuna, kallið ekki út þegar að einhver að hafa sig eins og fíbl undir ykkar formerkjum, að þá mun það móta ykkar einkenni innan umræðunar. Ef að manneskja að heimta það að vera með hérna einhvers konar, þú veist, í Bandaríkjunum þetta svona drag queen story hour sem mjög bara sérkennilegt fyrirbæri. Það ekki þetta orðað öðruvísi. Ef að þið segið ekki líka að foreldrar eiga að hafa frelsi til þess að segja nei takk við því, að þá munið þið tapa umræðinni. Ef þið setja alltaf bara víglínan alltaf þar sem öfgafyllst af manneskjan og svo var einmitt umræður hérna Hildi Lillendal eða eitthvað annað, þá var alltaf sagt sko nei, öfgarnar sko ít okkur í átt að rétta markmiðinu og ég eitthvað nei, öfgarnar búa bara til óvinni sko. Þú veist, það eina sem þið fáið. Ég held nefnilega að það sé vandamálið við sko, að ég skil alveg þessa hugsun og heldur að þú vilt hafa ykkur sem eru þannig í brottfluginu sem að taka slægin lengst sko. En staðindin svo þessi einstaklega ótrúlega oft skapa úlfúðuna sem að verður svo seinna lýst sem bakslægi. Já, og svo þú veist þið eruð ekkert Rosa Parks líka sko. Rosa Parks satt aftast í neitaði að sitja aftast í einhverjum strætó sko og var ekki að bögga sit-ins í á matsölustöðum Hvítra. Skilur, það var raunverulega bara það sem þeir sátu, pöntuðu sér bara drykk og sátu og biðu eftir því að var ráðist á það og þannig að leit hræðilega út. Það að vera með öskrandi á fólk og segja að þú veist og ég Rosa Parks, það ekki Rosa Parks. Það ekki Rosa Parks, nei. Þannig að þetta En líka sko því ég fekk nú yfir mig góða guðs að ég var hjá honum frostaðan daginn og sagði eitthvað um Gaza. Já. Og það sem ég sko svo interessant við Palestínumræðina eða Palestínuaktivistana, nú ætlum við sér mjög nokkri dagar síðan að það kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum þar sem kemur í ljós að stór hluti af þeim neyðarbirgðum sem að fara inn á Gaza beinlínis rænt af Hamas. Þetta hefur ekki fengið neina umræðu og ef að fólkið sem að þannig sem sagt brennur fyrir lífi íbúa Gaza meinti það okkur alvöru, þá væri það jafn reið út í Hamas fyrir að stela þessum neyðarbirgðum eins og það væri fyrir Ísrael fyrir að þeir stoppið þar færu inn á svæðið á sínum tíma. Það vekur aldrei hjá manni spurningarnar, snýst þetta yfir höfuð þetta fólk sem býr þarna eða eitthvað annað í gangi? Já, nei, ég meina ég held að það var Sengi Júkur var í umræðum, ég held að það var hjá Piers Morgan sem Douglas Murray að ræða við hann þar sem að Douglas Murray einmitt segir, þú veist, seinna nafnið þitt Júgur, þú veist, af hverju ekki að vekja athygli á því sem að hefur að gera með Júgurmuslimana, af hverju ekki að vekja athygli á því sem að gerast í Súdan, af hverju ekki að vekja athygli á fullt af öðrum hlutum sem að gerast í heiminum og þá einmitt saggar hann no Jews, no news þar sem einmitt segir að að Sengi Júgur sem sérst hjá Young Turks sé bara spenntur yfir því sem hefur að gera með Ísrael. En ég einmitt, og þetta hefur með það sama að gera sko, að fólk virðist vera spenntara fyrir hlutum sem að hafa að gera með Ísrael fyrir ekkert heldur en annara hluta inn með Austurlöndum. Ég alveg til í að gagnrýna Ísrael. Ég reyndar að vara þessum vettvangi með þess að gagnrýna Netanyahu þegar hann var að misbeita valdinu sínu að mínum mati með því að færa vald Hæstarétts á mjög varhugaverða braut fyrir 7. október 2023 en það einmitt eitt af því sem svo galið í þessari umræðu því alltaf stilt upp þannig að þú ert ekki spenntur fyrir Ísrael þá ertu spenntur fyrir Palestínu og öfugt og ég eitthvað svona mér finnst bara allir vera að haga sig eins og fíblanar sko. Það náttúrulega, maður þarf ekki að vera í liði
stundum það bara þannig að það engin góði gaurinn í slagnum sko og það ótrúlega margt sem er klárlega hægt að gagnrýna Ísrael fyrir í framgöngunni gagnvart Gaza, hvernig þeir hafa líka staðan eins og núna í Suður Líbanon, hlutir sem að eru bara mjög slæmir þegar maður horfir á Ísrael. Sem sagt, það þýðir ekki að maður þurfi að vera bara já, en Hizbollah og Hamas, það nú fín lið. Þú veist, það eru það ekki. Nei, alls ekki. Og við náttúrulega líka 2-3 stíla í liði. Þannig að hérna hárum við kannski bara fínt heimi. Allt okkur í því. En Kolbeinn, við ætlum að segja þetta gott núna. Herru, bara takk fyrir í dag. Takk æðislega fyrir að koma. Og hérna... Til hamingju með nýja stúdíóð. Já, herru, takk fyrir það. Og eins og segið, þið sem eru að hlusta, þá hérna kemur þriðji þáttur Dragiskýrslunar út fyrir áskrifendur í dag. Og ég verð hérna aftur á miðvikudaginn í hérna beinu streymi. Ég komið með mann sem ætlar að vera með mér, en ég man ekki hver það þannig að ég ætla að leyfa ykkur að vera hérna í lofti með það. Takk hérlega fyrir að hlusta og þangað til næst.